Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað segirðu? Ég segi gott. Er það ekki? Jú. Skál í kaffi. Skál í kaffi, ketilkaffi. Ketilkaffi, skál. Við komum til ykkar hérna á sunnudaginn. Við vorum líka á svona lokuðum degi með síðasta vloggið okkar. Já, það er rétt. Og fólk tók eftir því að við værum rólegri, kannski aðalega ég. Af því að það var ekkert neitt svona stress, við erum ekkert að fara að opna. Nei. Nú er þetta bara kósí hittingur á sunnudegi, fá sér kaffi saman. Og leyfi ykkur að njóta þegar við erum að tala saman. Já, tala saman um það sem við erum að gera, búnar að gera og framundan og nýtt gatn og alls konar. Við vorum reyndar að tala um það, þetta ár er búið að vera svolítið hellingur í gangi. Já, og ekki bara gatn í gangi nefnilega. Nei. Og þannig að núna erum við að æfa okkur að róa okkur fyrir prjónagleðina. Já, vá, hvað ég þarf á því að halda. Já, og knúsa alla. Já, og þið verður bara góðar við taugakerfið mitt á prjónagleðinni, þú veist, ekki pota í mig fast eða neitt svoleiðis. En ég er náttúrulega að kemja með hljóðbylgjudínuna mína og alla græjur. Alla græjur. Já. Lasermaskan og svo mun ég tala við þið svona. Sveina mín. Þegar Íris byrjar að tala við mig rólega, þá veit ég að það kom tími fyrir mig að slaka á og vera ekki svona æst. En hæ! Hæ, heyrðu. Sveina. Íris. Já, og við erum garn í gangi og við ætlum að tala um garn. Við ætlum að tala um það sem við erum búnar að gera, það sem við erum að gera. Og það sem við ætlum að koma á prjónagleðina. Já, nýtt í búðinni og svona alls konar. Ég sé nefnilega eitt nýtt hérna í búðinni sem ég ætla að sækja. Heyrðu, já. Vilt þú þá byrja á því að sína það sem þú ert búin með síðast? Já. Heyrðu, þá byrjum við hérna á, tökum bara hérna, tegjum við nú fyrir. Sko, núna eru margir búin að vera að gera hérna Lólu Ír kragana hérna og við vorum með námskeið í síðustu viku og það er hægt að gera rosadýran og ekki rosadýran og við ákváðum að setja þennan hérna. Þá er grunnurinn garn sem er nýtt hjá okkur sem heitir Shepjes Stonewashed XXL. Við höfum verið með bara Shepjes Stonewashed en þetta er alveg svona chunky. Og ég ætla bara að segja í framhaldi fyrst ég er með chunkið hérna. Ég ákvað að prjóna eina einfalda peysu úr því líka. Chunky. Og þetta er bara bómull. Já. Og ástæðan fyrir þessu litamun, þetta er sama lótanúmer. En hæran er mismikil í dokkunum, þannig að þetta getur komið, en maður getur bustað þetta úr til þess að jafna þetta. En hún er geggjuð, hún er alveg svona þung og ekki hlý. Ég þurfti teppi úr þessu. Ég held það nefnilega. Þetta er einhverjum pausa. Já. Sko, ég er búin að gefa þyngingarteppið mitt af því að það var of þungt fyrir mig. Það er líka, þú veist, af því að ég fann svo til í höndunum að draga það upp. Já, það var bara... Ég föst undir þessu! Já. Þannig að já. En hún er svo cozy. Hún er ótrúlega næs. Þú ert svo fín í henni. Já. Herðu, ok, já. Höldum áfram með kragan. Þannig að grunnurinn er heklaður úr þessu grófa. Síðan, til þess að þetta sé ekki að kosta augun úr, þá notum við plötulópa og langpjúma sem er svona loð saman til þess að fá flytið. Og í eitt svona fer ein og ein. Og þetta er undir 5.000 kall. Ef við ekki taka nokkur svona kitni? Ég held það. Ég held það. Ég held það líka. Við eigum þennan ljósa, við eigum drappaðan, ljósbláan, bleikan, hvítan og peach. Já. Þetta verður, við komum með eitthvað skemmtilegt með okkur. Og ég held áfram með það sem ég er búin að klára. Já. Oh my god. Sko. Einmitt, sko. Stundum fæ ég líka æði fyrir einhverju. Svein er ekki svo eina sem verður svona æst. Og ég sá mynd af einhverju, var sko á Pinterest og sá mynd af svona kraga yfir frakka og ég bara, shit hvað það er flott, ég langaði í svona. Og það voru allt bara myndir og fann ekki uppskriftina. En ég leita og svo loksins fann ég uppskriftina. Þannig að ég ákvað að gera mér einn og Sveina bara, já, hann geggjaður. Og ég segi, mér er svo sjúklega gaman að gera þetta. Og hún alveg, hei, ef að gera á okkur allar fyrir prjónagleðina? Já. Íris er sem sagt að gera á okkur allar fyrir prjónagleðina.
Hérna er 1 og 2. Hver allir verði með þennan? Heyrðu, Sveinsen. Sveinsen, með þennan. Svo gerði ég 1 fyrir, getið hver á að fá þennan? Hver er svona bleik? Hverju verða með okkur á prjónagleðinni? Sunna Sæta. Já, Sunna María. Og svo kemur Sætabrennin okkar. frú Fanny Kristín. Já. Dúlumúsin okkar. Mér finnst hún alltaf eins og svolítið litla barni okkar. Já, elskana. Ég líka. Elska allar þessar stelpur. Já. Herðu, svo kemur Amy og nú er hún komið nýja litapalettu á Valkyriegarnið og geggjaðar töskur. Meira Ég er mjög hrifin af þeim. Já. Og hún elskar gulan, þannig að hún fær gulan. Svo er það hún Linda Sæta. Linda mín, ég þekki alveg. Hún veit svona. Og svo er það hún Ásthildur. Já. Eftir að gangfrændan. Já. Okkur finnst þetta passa við hvítu skyrtunaðinnar og allt Já. svona. Og allt þetta brúna sem átt. Hún er bara með svo fallið litarátt sem er svo geggja við þennan bláa. Svona bláan. Já. Svo er ég mögulega að gera 1 fyrir hann dúlstrák. Þetta verður Stífin að fá einn. Já. Má sjá. Og ég er að nota, úps, ég veit ekki komið lengra en þetta. Ég er að pröfa að Þú nota, ert að gera síðasta kragan samt. já. Ég er að nota Where's My Sari frá Einrúm og ég er mjög spennt að sjá hvernig það kemur út. Ég held að verði trillt. Já, ég held að verði geggja. Það er verða þarna líka, þannig að, Já. Held mér þess að verði við hliðina á okkur. já! Já, muna bara eftir bollum og eftir. Ammansbollum. Já! Ótrúlega. Herru, þá er bara, já, ég gerði ekkert meira, gerði ég? Jú, ég gerði 1, en Já. hún Ronja okkar er með það í láni. Af því hún var að Já. mynda sig með það. Já, ég gerði svona bara ótrúlega einfalt ponchó úr stóru paljettunum okkar og Knitting for Olive cotton, það er hægt að nota silki líka, og hægt að nota á skriljónvegu. Og hún allavega gerði held ég sko Veit ekki hvað 8 eða 9 mismunandi útfærslur á þetta. Já, og mjög flott. Mjög flott. Og ég sinna það sem ég er búin með. Já maður. Komdu það bara með, en Já, ég náttúrulega, já þú varst ekki heldur búin með þinn ból. Nei, ég held ekki. Sko minn er þarna. Hérna, Já. þenni þinn. Hvað er þinn? Hann er örugglega þarna einhvers staðar í felum, byrju. Já. Sjá, hérna. Þarna. Þessi. Við nefnilega fyrir áður við fórum á Egilsstaði. Já. Og gerðu okkur Þetta er boli. Þetta er afmælispeysan sem hefur fyllt með Keyptu garni. keyptugarni og þetta er bara bólaútgáfa. Svo cute. Þannig að það verður hægt að fá í þetta á prjónagleðinni, af því að við mætum með allt garni í þetta, nema við ætlum ekki að koma með garni sem er í þessari, sem er Einrúm E2, Af því hún verður við hliðina á af okkur. því að Einrúm verður við hliðina á okkur. Já. Þannig að það verður hægt að fá paljetturnar hjá okkur og uppskriftina og kaupa svo einbandið hjá þeim. Já. Og ef að þú þolir ekki svoleiðis, þá hefur við svona mjúkt líka. Já. Og þetta er sérst mjög gott verkefni til að kaupa sér fyrsta daginn og vera í þessu þegar þú fer heim. Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega prjónum 8 tækinu, eitthvað prjónum 8. Já, muni það. Eða Salome, dóttir Dæverk, verður að taka ekstra mikið Salome, þú prjónum ert eftir prjón nummer 8. Já, hellingaðin. Já. En allavega þá komum við með garn í þessar. Ó, það er svo fínar. Já, Við erum svo kæris og baktus. já. Kannski verður maður eitthvað í þessu á prjónagleðinni. Það getur verið. Ég ætla að vera í þessu á Egilsstöðum. Egilsstöðum. Það voru góða myndir sem voru teknar á okkur þar. Það voru rosalega. Guðrún holdu þessum. Já. En þú varst í þessum. Já, það er rétt. Nei. Oh my god. Það er náttúrulega ekki lægi með Nei. Jú. En ég var í þessum. Hann er svo fagiður. En ég var reyndar í svona kjól innanundir. Sem var mjög flott. Þannig að þetta var mjög flott saman. Þetta er bara sparkle fart. Já. Við erum farnar að prumpa paljettum. Jáp. Þetta er prjónað úr nýja paljettugatinn okkar.
þær verða alltaf stærri og stærri. Við komum með alla stærðir með okkur Já, á já, prjónagleðina. Og silki frá Camping for Olive. Þannig að sturla. Þannig að við komum með kit í þennan, eða allavega eitthvað af silkinu svo sé hægt að kaupa Í þennan. Já. En í fyrra var Knitting for Olive gafn prjónagleðirnar. Við erum alltaf með svona Já, sem að svona... aðalgafnið. Já. En núna verður það í Diangola. Já, sem er Hérna. nýtt. Kynna það sem nýtt er. Já. Já. Það þurfti hvort þið er að fara að þvo þessar buxur. Já. Þannig að... Fleira sem ég er búin með er til dæmis þessi hérna Dásend. Sýndi þeim ekki mína röndóttu síðast? Var ég í henni eða? Manna ekki. Þá gerði ég hana, já, en allan. Já. Þetta er jökla, golla, V-neck eftir Sunnu Maríu. Hún er geggjuð, hún er svo góð í sniðinu. Já. I love it. Já. Og svo bara, ef maður vill hafa hana síðari, þá bara prjónum maður lengra. Já. Þetta er algjörlega... Stutt sem kjólapeysa, síð yfir hérna... Ef þú ætlar að fara á trommum og leggings, Já. síða. Já. Einmitt. Það sem hún sagði. Og við komum með gafn í þessa á prjónagleðina. Hún er ekki komin út, en kemur út held ég bara það leyti. Já. Svo man ég ekki, ég held ég hef bara verið að prjóna þennan daginn. Ég held það. Þessi áttur að verða mjög vinsæll. Ég get bara alveg svarið það. Þetta er algjört beauty eftir hennar Lindu. Löfan. Hún er algjört æði. Og þennan lit. Þessi lit er bara handlitað Silky mohair. Silky mohair frá Sveinu. Og hérna Væja frá Lang. Linda notaði Hæja. Þannig við komum bæði með Hæja og Væja í þennan. Þessi stuttarnabólur heitir Lukka. Við finnum svo leys. Já, Linda kemur að sjálfsögðu með sinn. Já. Svo prjónaði ég fyrir Eddu Lilju. Það er eins og hafi ekki verið neitt að gera hjá okkur. Nei. Við prjónum bara. Ég... Heyrðu, það er þessi sem ég gleymi. Já. Já. En ég er samt búin að sýna hana. Já, ég held það. Ég held þú varst svo snakk með hana. Já. Jú, þú búið sína. Ég er búin að sína. Já. Af því þú klárar hann í Noregi. Já. I remember. Gestönd. Já, en þetta er sjalið Maja. Svo fallegt. Þetta er Eddu Lilju. Er þetta ekki Casa Maja? Litli er Maja. Jú, örugglega. Já. Casa Maja. Shit, hvað þið fallegir litir saman. Já, rosa fallegir. Það sem ég notaði í þetta, og við munum koma með kit í þennan, er að ég notaði Coast og svo notaði ég Lang Lace Lame. Sem er pínu glitri. Litlum svona gliti. Það verður pínu svona glimmer þema. Mér finnst það svona... Mögulega. Já. Þannig að rosa ánægð með þetta sjálf. Þannig æði. Ég ég föndraði aðeins stytti þennan bekk aðeins. Bara til að Til þess að þurfi ekki að taka nýja dokk. Nýta gafnið. En og mér fannst það bara vera orðið nóg stórt. Já. En fólk getur náttúrulega bara gert það sem það vil. Ó, já. Svo, þegar nýju paljetturnar komu, og við erum svo oft búin að tala að okkur finnst svo flottur hérna Oh My kaftan. Já. En ég þekki bara brussulætin í mér. Ég væri búin að festa mig hvaða hurðar hún og allt bara. Þetta barn mun gera það líka. En fyrir cute faktorinn, það bara varð að gera eitt svona. Eitt svona lítinn kjól. Nei, hætti þig. Nei, Móa hún verður mjög fín í þessu, í smástund. Í þessu, já. Svo mun hún örugglega festa sig í eða toga í paljetturnar og eitthvað. En það gerir bara ekkert til. Nei. Og í þessu það er ein dokka af nýja handlitagrunninum okkar. Þessum hérna. Cotton alpaka. Cotton alpaka. Svo næs. Við vorum með nokkra svona hérna á Garnival. Já, og svo vorum við með á Egilsstöðum líka. Já. Þessi litur klárast alltaf. Ég veit það. Þannig að það var gert ekstra á honum núna.
Sandra, ég held þetta sé þér að kenna. Jep. Og það fór ekki einu sinni ein svona paljetudokka. Þetta er ótrúlega drjúgt í þessu hérna. Þetta er alveg 190 metrar. Já, að því í Ponsjói þá kláraði einu og Ponsjói er alveg hingað. Já, þannig að þetta er góð kaup í þessu. Já. Þannig að sjúklega sætur. En ég fór einu munstri síðar heldur en uppskriftin gerði ráð fyrir. Þannig að ég var pínu tæpingarnið, en það dugði, en það var ekki mikið eftir. Nei. Kannski 2 metrar. Það er samt svo gaman. Þetta heitir að skýtninga. Já, þetta heitir að skýtninga. Þannig að kláraði þennan. Er það þá ekki... Það er eitthvað sem þú ert að vinna í þarna, brjónurinn. Ok, ég held það bara áfram. Já. Svo er það sem ég er að vinna í. Ég á 1 sýnishorn eftir fyrir prjónagleðina. Ok. Ég á örugglega að gera eitthvað fyrir prjónagleðina, ég er búin að gleyma því bara. Þú ert búin að gera það? Ég er búin að gera það. Já, en ég var alltaf afleiðilegðast. Já. Sér ekki ekki svona. Og það beinti þetta mittið og... Kannski verður... Svo er ég að gera hitt hérna. Já, þú er að gera það. Gerðu það með henni í sýnum þetta. Ég er sérst að taka þátt í Stephen West sjalaprjóninu sem prjónagleðin stendur fyrir. Og ég er náttúrulega búin að gera örugglega 6-7 sjöl eftir Stephen. Ef ekki fleiri. Þannig að ég fann, þetta er gömul uppskrift frá honum. Þetta er svo geggjaði liti saman. Fannst það svo skemmtileg og þetta er svona Ponsjó. Þetta er sjúklega flott. Þetta er mjög flott og líka hægt að nota það sem... Svona eins og hettu eða þannig. Já, og kraga. Já. Þannig að ég er á 1, 2, 3, 4, 5, 6, ég er á 7. röndinu, það eru 9 röndur. Þetta er æði. Svo gaman þegar þú tværið þetta, þannig að garðaprjónin tegist. Og það sem ég með í þessu, ég er ekki með paljettur, en ég er með perlugarn. Make it Persian frá Rico. Fancy! Komið það líka. Og svo er ég með væja. Væja er bara... Það koma stertinn, það koma svo fallegi litir. Já. Þannig að það var ekkert hægt annar heldur en að... Nei. Og þetta hérna er... Make it Persian. Það er geggjað. Já, þetta er svo flott. Svo er svo gaman að vera með svona, eða þú ert bara, þú veist, allar þessar peysur sem er með munsturbekkjum, að setja í það og eitthvað svona. Bara smá. Já. Þetta sko lyftir þessu, þetta verður svo sparlegt. Jöp. Það er gaman að því. Og svo tók ég bara gamla uppskrift frá mér, hérna bláklukkubolinn og er að gera hann. En þú ættir að hafa... Ég ætla bara að hafa þetta munstur og svo er ég bara að setja inn úttekningar. Já. Venjulegar, bara svona úttekningar. Og ég ætla bara að bæta því við uppskriftina. Já, þannig að þú í rauninni, ef þú hefði keypt uppskriftina, þá færðu viðbótina. Já. Þannig að þú getur nýtt uppskriftina í að gera þér bara með munsturinn hérna uppi og þarft ekki þá að fara að reikna út hvernig þú átt að gera allar úttekningarnar. Ég er búin að því. Já. Og það sem ég er að nota í þetta er garn frá systraböndum. Þetta er meira nú hörr. Shit, hvað það kemur fallega út. I know. Mástu ég keypti þetta á prjónagleðinu fyrra. Alveg rétt. Það var enginn sem sagði hvernig þetta nota. Nei, núna er þetta notið það. Svo er ég að nota með þessu garn frá úr heimalagarnum mínum. Já. Af því að við þurfum alltaf að eiga sýnishorn í búðinni. Já, þegar við tökum eitthvað nýtt inn. Já. Say no more. Þetta kemur allt í ljós. Já. Þannig að þetta verður svona kannski... Hvað gerðist? Það eru löngu bífurnar á mér í rétt úr fótunum. Nei. Þannig að þetta kannski verður svona aðal prjónaverkefnið á Blönduósi. Jep. Svo þarf ég að fara að fitja upp á einhver. Já. Ég líka. Já. Þannig að þetta er það sem ég er með á prjónunum. Það eru 2 verkefni heima sem eru bara í pásu. Já. Þannig ég er með 4 verkefni. Það eru nokkur heima í pásu og þau bara fá að vera í pásu bara. Já. Það er bara stund svo leið. Hvað er þetta með á prjónunum núna? Hvað er þetta með eitthvað svona með á prjónunum? Ég er bara eða þú ert náttúrulega með á heklunálinni. Ég er bara á heklunálinni núna. Það er bara, ég er búin að sýna þeim, þau fá ekkert að vita mér. Þá skulum við bara sýna bæði það sem er nýtt í búðinni og
það sem við erum að koma með okkur á prjónagleðin. Hvað erum við búin að segja á prjónagleðinni í þessum þætti? Heyrðu, ef einhver getur talið, þá má alveg setja í komment. Ef að byrja á því sem að við vorum að fá nýtt frá Fílkolana. Það er alltaf gaman þegar fyrirtæki sem maður er búin að versla við lengi er að koma með nýjan gardgrunn. Þetta er rosalega falleg áferð, svona náttúrulega áferð á þessu. Þetta er sjúklega falleg gard. Og meira svona rustic útlítandi en mjúkt hins vegar. Og í þessu er, oh my goodness. Á ég að lesa? Já. Hérna stendur 25% Marsham wool og 75% Corriedale ull. Þaðan kemur Marshdale. Já. Og það er 125 metrar á 50 grammum. Ég hef búin að gera hérna eina pröfu á 4. Og þetta er alveg þétt og fallegt. Já, kemur rosalega vel út. Mjög. Gott að prjóna úr þessu og þetta verður nýtt uppáhalds. Meira segja Höllu fannst þetta ekkert of snart. Nei, þetta er pínu snart, sko. En ekki svona, en minnst bara eitthvað að koma við þetta. Þetta er bara æðislegt og fullt af fallegum litum. Já, við erum konar með 12. Það er alltaf að passa, sko. Sléttartölu. Sem við erum ekki að, segjum við frá því aftur. En við munum pottið taka alla litina. Já. Það er bara þannig, ég held sé 24 eitthvað svoleiðis. Sérst ekki á prjónagleðina, Nei. Í búðina. Kannski komum við með sýnishorn á þessu, bara til að lefa fólki aðeins að... Þetta reyndar gæti verið í bólinn hennar Lindu líka. Algjörlega. Þannig á milli. Eða bólinn hennar Lindu og lengja ermirnar og gera peysútgáfu. Það er rétt. Það væri góð hugmynd. Mér fannst nefnilega svo sjúklega gaman að prjónum. Ég væri alveg til í svona peysu. Heldur þú myndir velja... Eða þannig? Já, eða þannig. Eða dökkbrúna? Já. Eða, ég veit ekki, ég finnst þetta samt rosa fallega litur. Jú, þetta ferðir alveg. Já. Jú. Þannig að... Af því það er svolítið svona brúnn í honum. Ég myndi ekki velja þennan. Nei, ekki heldur. Hvað er gatnið? Já. Þannig að við erum rosalega ánægð með þetta gatn. Þetta kostar 1390 dokkan. Þetta er dýrasta gatnið frá Fílkolana. En maður finnur alveg að það er svona rosa vandið áferð á þessu. Já. Messi slagar upp í verðið, en en ég meina þetta er bara þrjusu gott verð fyrir þetta gæði. Svona garn, já. En talandi Corriedale. Já. Þá erum við náttúrulega með Corriedale grunn sem við litum á. Hvað litum við margar liti, manstu það? Nei, eitthvað, slappa? Já. Alls konar. Bara í litapalettinu okkar. Og Corriedaleinn er í þessari peysu frá henni Sunnu, pluss annað garn. Ég ætla samt aðeins að segja að því við hefum svona fasta kuna hérna sem okkur þykir rosa vænt fyrir utan alla hérna sem okkur þykir vænt og þá er maður náttúrulega fann að kynnast fólki svo vel. Og við eigum eina vinkonu hérna sem elskar blátt og svona djúblágrænt og svoleiðis. Þegar við vonum að reyna að velja nafni á þennan lit, þá náttúrulega bara skilum við þetta eftir Höllu okkar hérna. Já. Það er bara þannig. Þessi heiti Halla. Jöp. Og í þessari peysu, það eru 2 þræðir. 2 þræðir. Og það er gaman að segja frá því að annar þráðurinn er fyrsta garnið sem kemur undir okkar merki sem við erum ekki að handlita, heldur látum gera fyrir okkur. Já. Þannig að saman erum við að tala þetta hérna tvennt. Þetta hérna eru 425 metrar á 50 grammum og þetta er 100% merino lamsull. Sjúklega mjúkt og góður kandidat sem fylgiþráður í staðinn fyrir títikaka til dæmis. Kemur örlítið meiri fyllinga á þessu. Já. Og svo er líka hægt að taka 2-falt. Á 4, ég er búin að prjóna úr þannig. Kemur ofboðslega fallega út. Fullt af spunaolíu sem maður finnur alveg bara. Já, þannig að þetta blómstrar alveg í en sko það eru 400 metrar á þessu. Já. Þannig að maður myndi halda að þú værir ekki að fara að prjóna þetta á 5. Nei. En þetta fyllir rosa vel upp í 5. Það gerir það nefnilega. Af því þetta er ullarspunnið. Og þá er meira loft yfir því. Svona fyrir þá sem voru farnir að hafa ágjur að því, ég hef ekki litað neitt grænt í þessu. Þá bara var það alveg gert. Já. Þetta er liturinn
Stína, skýrður í höfuðið á móður minni. Þetta er sturlaði litur, sko. Já, og svo er Merin og Lamsullin Ekki það ég sé að segja mamma þessi sturlaði. Nei. Og sjáu þetta mix hérna. Sko, augljósasta hefði verið að koma bleikalitin með þessu, en þessi órans er bara svo freaking Ótrúlega fallegum með þessu. Við erum með 13 liti. Já, það er að því að einn er ekki litaður. Já, hann er náttúrulega litaður. Já, en bara... Við keyptum hans ólitaðan grunn, Já. En svo langar okkur að hafa hann með í palettinu. Já, en veistu 13 er lukkutalan mín, þannig að ég hef engar ákvæmst. Svo prófum við að lita. Já. Mold og rók og strá og bara tilbrigði við náttúruna, sko. Já. Þetta heitir þessi lítið tilbrigði. Já. Tilbrigði á Stína eru uppáld núna. Já. Og nýji liturinn. Hann heitir hérna Gulstur. Gulstur, já. Hann er sturlaður. Hann er bara eins og mýrin Nei, sko, fremra á þegar hestum. við erum að skoða, þegar við erum búin að vinda gatni og svona og hérna, svo kíkjum við bara, svo kíkjum við aftur daginn eftir þetta og við þurftum bara, oh my god! Það er svo gaman. Þannig að þetta er nýr grunnur. Við vorum ekki með þennan garnval. Þannig að þetta kemur með okkur. Ég held að við verðum með 3 nýja grunna. Já, af því að einn kom á garnival. Já. Og það er þessi hér sem fóru líka með á garnival. Og þetta er alpakka og bómull, 300 metrar á 100 grömmum og við prjónuðum brúmpeysuna úr þessu á prjónum 5. Og það fóru 3 dokkur í hana. 3 dokkur í hana. Þannig að það er að velja 3 mismunandi liti sem harmonera saman og gera eina svona. Jep. Eða það var bara allt í sama lit. Svo tókum við sama grunn, eða svipaðan grunn, en 400 metrar á 100 grömmunum. Það er eins og sé aðeins meira loð. Já. Þetta er geggjað, sko. Geggjað. Og ég notaði þetta í Chili Jam peysuna mína og notaði sko 2 þræði af silki móheri með. Já, og þannig að þetta var allt sínkvor liturinn. Allt sínkvor liturinn. Það kom mjög fallega út. Og hún kemur að sjálfsögðu með á gleðina. Já. Og við tökum með silki móher til að geta búið til kit. Og svo er náttúrulega hægt að nota handlit. Er ekki Gunni búin að redda rosa stórum bíl? Það er búið að redda rosa stórum bíl. Ég spurði gæraði fyrir þetta hvað fólk vildi sjá af undirbúningum okkar fyrir Blönduós. Já. Hvað er það Ína hefði skrifað? Sjá þegar við reynum að, þegar við förum að raða í bílinn. Heyrðu. Það verður ekkert mál. Það verður ekkert mál. Ég fæ bara að palla með þetta. Það verður aldrei verið neitt mál. Nei. Smá Tetris kannski stundum, en ekki neitt mál. Þetta er liturinn Láskíðað. Ég elska hann. Hann er svo fallegur. Svo er dekkri útgáfa þessu og það er lúpínan. Já. Hann kom rosa vel út núna. Mjög. Kannski ég skrifa niður núna. Sveinn! Það er, þú veist, ég hef aldrei skrifað hann niður. Nú lit hann nokkru sinnum samt. Já, svo alltaf bara, já. Ég þori ekki að skrifa hann niður fyrir ég veit að hann hefnist almennilega. Svo, flottur. Hvernig gerði þetta aftur? Já. Heyrðu. Já. Svo verðum við með alpaka merinóið frá Ídi Angóla. Við vorum að fá 2 nýja liti. Þeir eru ekki hljótir. Nei, ossafallegir. Mjög fallegir. Má sjá þennan. Já, hann er alveg góður, sko. Já. Rosa fallegur. Það er svo gaman að prjóna. Já. Þannig að, já. Það verður ekki leiðilegt. Nei. Svo er hér nýtt garn frá Lang sem heitir Zen. Sem við erum að taka inn. Já, og þetta er 35% merino, 35% súri alpakka og 30% silki. 200 metrar á 25 grömmum. Ég hef alveg ég prjónaði peysuna Eddu Lilju á 4 Rakel með jólasamfélaginu. Og mér sýnist vera ennþá meiri fyllingi þessu. Já, þannig að er þetta að leika saman þetta. Ó, já. Alveg fram og tilbaka. Nú þurfum við bara að skoða litina í þessu og þetta verður eitthvað sem við skoðum eftir prjónugleðina. Já. Ásamt þarna hinun, já. Já. Segjum ekki meir. En já, við Heyrðu, minna á eitt.
við vorum að fá sendingu frá Mút. Já. Og tókum inn eina nýja tösku frá þeim. Svo falleg. Þetta er svona tilbrigði við tunnutöskuna sem þau voru með. En þessi er náttúrulega miklu þægilegri af því að hún er sko linn. Hún er algjört æði. Langar líka að minna fólk á, ef að við erum að koma með eitthvað, þá er hægt að panta og við komum með á prjónagliðina. Já, ég þarf bara að breyta, það stendur sækja á Garnival, ég þarf bara að breyta því í prjónagliðina. Sækja á prjónagliðinni. Já, þannig að það verður hægt að panta og sækja þar. Þannig að því að eins og svo oft áður, þá getum við ekki tekið allt með okkur. Nei. En við gerum okkur besta. Tökum alveg helling og svo eru örugglega alltaf ferðir. Já. Eigum að sýna nýja bómullugarna? Heyrðu, já, við erum að gleyma því. Sýna bara alla litina hérna. Þeir eru samt svolítið vondir saman. Já, en í sitt hver lagi er reyndar þessi þrír saman snarvirka. Já. Sko, við vorum að fá, þetta er svona sumargarn sem við verðum bara með í sumar, held ég. Þetta er bómull og viskós og þetta er svona áferðargarn svolítið. Mjög skemmtilegt. Prjóna á 5. 1090 dokkan og 105 metrar á 50 grömmunum. Það er virkilega svona 5-6 í ból. Já, eitthvað svo leys. Já. Þú þurftir að kaupa held ég 6 í bláklukkubólinn í svona stærð 4. Já. Eitthvað svo leys, 3-4. Fyndið saman. Mér finnst þetta bara alveg virka saman. Þannig að, já. Ég finnst svo gaman hjá Lang að þeir eru oft með svona, þeir eru náttúrulega með gigantískt úrval Af garni. af garni Og tegundum sérst. og tegundum og suma tegundirnar eru bara stutt og og þá verður maður bara svolítið að stökkva á vagnin meðan það er til. Stundum hefur við alveg orðna pínu fúlar þegar eitthvað hefur hægt, en það þýðir ekki neitt. Nei, það kemur annað í stað. Það kemur alltaf eitthvað annað í staðinn. Eins og til dæmis núna vorum við að fá það fréttir að Holst Tights Var að hætta. Og þá sagði ég við Sveinu, að því við vorum pínufúlar, en það losna náttúrulega bara pláss fyrir nýtt garn í hillunum. Já, þannig að þetta fékk strax pláss í hillunni. Þannig að ég er alltaf að sparki þetta. Já, það er alltaf læg. Þannig að Holst Tights er á 25% afslætti hjá okkur meðan að birgðir endast. Það er farið að saksast ansi vel á þetta. Jep. Og afslátturinn kemur sjálfkrafa inn á Shopify. En já, þannig að það þarf ekki að hafa neinar áhyggjur. Og þú ert búin að lita prjónagliði litinn og við erum bara svoleiðis sáttar að það hálfa árina. Þið hjálpið okkur að velja. Þannig að það verður spennandi að sýna ykkur hann. Við settum smá sník á Instagram í dag í svarthvítu. En ég er rosalega ánægð með það. Já. Alveg bara rosalega. Sammála. Þannig að það verður geggjaður. Happy days. Já. Svo Jamie Ólafur myndi segja. Já. Happy days. Er eitthvað fleira? Hvað erum við búin að ramba? Rúman hálftíma? Já, er það ekki fínt? Þannig sem fólk bara kvarta. Ég veit það. Það hefur nú gerst. Jú. Þetta var nú allt og langur þáttur. Já. Þetta slökkva. Já. Spóla eða eitthvað. Já. Þannig að það er ekkert mál. Nei. Ég ætti að lita einu sinni. Já. Fyrir Blönduós. Já. Ég er að lita gangi-garnið í 8 litum. Já. Tomorrow. Ég er svo spennt að það hálfa er í nóg. Já, meira verður ekki litað fyrir þessa prjónagliði. Nei. Ekkert af þessu garni er komið inn á vefsíðuna og mun ekki koma inn fyrir eftir prjónagliði. Þannig að þetta er svo næs. Já, ég elska þetta. Og litirnir eru náttúrulega bara sturlaðir. Þessi litur heitir Landslag. Surprise, surprise. En við vonumst bara til að sjá sem flesta næstu helgi. Já. Aðalgestur hátíðinnar ætlar að vera eitthvað með okkur á Básnum seinnipartinn á laugardeginum. Og annars verður
Það verða við við tvær. tvær. Og Fanney. Já, Fanney. Fanney. Verður með sínar, Sitt handlutækar. með sitt shit. Hæ? Ó nei. Same shit. Different color. Já. Og Sunna, Já. Linda, Ásthildur Og svo verður Amy. og Amy. Og Steven. Og Stífi. Þannig að þetta verður gaman. Það verður stuð. Já. Við getum bara að fara og fengja okkur kaffi. En það verður kaffihúsi nálægt okkur, þannig að við verðum kannski bara alltaf á kaffihúsinu. Veistu, ég er rosa ánægð með þetta. Ég held þetta verið geggjað. Ég held það líka. Já. Sko, ég held bara að segja þér, mér finnst við rosa hefnar. Já. Mér finnst það. Við erum það. Já. Þannig að bara ástaþakkir, Já. hlökkum til að sjá okkur í næstu helgi. Já. Við reynum að ná að hvíla okkur eitthvað aðeins, þannig við verðum ekki alveg mökkruglaðar. Meira en vanalega. Meira en vanalega. Ég var eitthvað að afsaka mig í dag með eina, hún bara Sveina mín. Ég þekkið orðið það vel, ég sagði þú vissi hvorki hvert þú verður að fara eða hvort þú verður að koma. En svona er þetta bara. Svona er þetta bara. Þetta er smá törn núna og svo hvílum að sig. Annaður heldur. Já. Hlökkum til að sjá okkur. Bye.